Þá tekur til máls Vilhjálmur Þorsteinsson og ég bið jafnframt varaformann Ara Teitsson að taka við fundarstjórn. Takk. Formaður og ágættir ráðsfulltrúar, ég ætla bara þá að stikla á stóru, það er búið að koma fram ýmislegt sem að svör við ýmsu sem að hér hefur verið nefnt og sérstaklega var Gísli Tryggvason duglegur við það að svara fyrir hönd nefndarinnar og ég veit að formaður mun gera það líka eftir en það eru nokkur atriði sem ég langar að tæpa á. Menn hafa minnst á það atriði í tillögum okkar sem er reyndar ekki svo sem hluta þessum breytingatillögum hér en þetta með að forseti Alþingis skuli vera kjörið með 2/3 atkvæða og ég verð að segja það eftir því sem að starfi okkar hefur undið fram þá hefur við orðið bara sífellt sannfærðir að þetta sé rétt. Við erum að fela forseti Alþingis meðal annars að vera staðgengill forseta Íslands. Við erum líka að fela honum að undirrita lög frá Alþingi áður en þau ganga svo til forseta Íslands og með ýmsum öðrum hætti þá erum við að gera forseta Alþingis að svona, já, þetta verður virðingarstaða og ég veit líka að ég hlera það utan að mér hjá þeim sem hafa komið að þingstörfum og þekkja þetta ágætlega að mönnum finnst þetta hljóma vel að þingforseti njóti stuðnings 2/3 og það auðveldi sömuleiðis forseta Alþingis störf sín ef að hann er ekki með sjálfur atkvæðisrétt og er að taka afstöðu í jafnvel umdeildum málum. Ég er sannfærður að þetta sé rétt og góð tillaga hjá okkur. Varðandi meðferð lagafrumvarpa, það hefur svolítið verið rætt og það er ekki skrítið, þetta er mál sem búið að vera mikið í deglunni hjá okkur í nefndinni. Ef við skoðum aðeins hvernig lagafrumvarp verða til, þá er það þannig í dag að það er fyrst og fremst að ræða annars vegar stjórnarfrumvarp og hins vegar þingmannafrumvarp, frumvarp alþingismanna. Við höfum það alveg skýrt í ferlinum hjá okkur, bæði í greininu ríkisstjórn, að þar á vettvangi ríkisstjórnar þarf að samþykkja sem sagt frumvarp og tillögur til Alþingis, það þarf að halda ríkisstjórnarfundi frumvarp og tillögur til Alþingis, það þarf að ríkisstjórnin þarf að samþykkja á sínu vettvangi að leggja fram stjórnarfrumvarp og tillögur til þingsályktana. Nú þau ganga til þingsins og það er í ráðherrakaflanum talað að ráðherrar geti, sem sagt ráðherrar mæla fyrir frumvörpum og tillögum frá ríkisstjórn, svara fyrir spurningum og taka þátt í umræðum á Alþingi eftir því sem þeir eru til kvaddir. Þannig að stjórnarfrumvörp ganga til þingsins, ef að þess er óskað og eftir atvikum þá geta ráðherrar mælt fyrir þeim þar og svarað fyrir þau, en þau ganga alltaf til nefndar. Það er sem sagt áskilið í grein okkar meðferð þingmála og meðferð lagafrumvarpa, hérna númer 12. þar sem að þau eru tekið fyrir og rætt í nefnd og síðan mælt fyrir þeim út úr nefndinni af formanni eða talsmanni nefndar og síðan eftir atvikum þá talsmönnum minnihluta. Og eins og segir ráðherra getur komið þarna inn í umræðu ef að þingið óskar. Og þarna náttúrulega það nýmæli á ferðinni eins og Íris Lind nefndi að við erum í raun og veru að fella niður eða þessa núverandi fyrstu umræðu. En tilfellið að í mjög mörgum tilvikum fyrsta umræða einungis framsaga og svo vísun til nefndar. Það gerir stundum að það upphefst umræða í fyrstu umræðu og það eru dæmi það að hún hafi jafnvel staðið dögum saman, til dæmis nýlegt frumvarp stjórnarráð Íslands. Og sannarsagna þá erum við bara með opin augun að leggja það til að þetta verði ekki lengur svona. Við erum að reyna að færa þingi frá því að vera svona átaka vettvangur yfir í að vera meira vinnuþing og við teljum þetta að vera leið að því markmiði og að það saki alls ekki þó að frumvörp séu tekin fyrst til umræðu í nefnd, stjórnarandstaða fá að koma þar að þeim, síðan koma þau út úr nefnd og eru ræddu 2 umræður í opnu þingi. Þannig að þetta okkar hugmynd, hins vegar má náttúrulega segja að orðalagið lagafrumvarp má ekki samþykkja fyrr en eftir 2 umræður á Alþingi, það útilokar auðvitað ekki að í þingsköpum mætti kveða á 3. umræðuna þegar sérstaklega stendur á eða forseti geti tekið ákvörðun slíkt eða eitthvað þannig að það útars ekki verið að loka á, það gætu verið 3 umræður og þinginu falið það vald í þingskapalögum. Nú það hérna í meðferð þingsályktunartillagna, það auðvitað rétt ábending hjá Írisi Lind að þarna verið að tala heimild til fullgildingar þjóðréttarsamninga og það má kannski segja eins og tillögurnar hjá okkur núna þá mætti sú heimild út af fyrir sig detta út því að hún fellur bara undir meðferð annars vegar lagafrumvarp og hins vegar þingsályktunartillagna. Þannig að það má alveg skoða það.
það svo sem ekkert verið að bæta miklu við nema bara svona til áréttingar og skýringar. Mikilvægir þjóðréttarsamningar auðvitað eru mikilvægar ákvarðanir í þinginu. Varðandi staðfestingu laga þá höfum við rætt þetta svolítið með hvort að forseti Íslands eigi að rökstyðja ákvörðun sína og það sjónarmið hefur orðið ofan á að þetta eigi ekki að skoða sem einhvers konar geðþótta ákvörðun, heldur verði forsetin að sína, ég má segja, þinginu og svo þjóðinni þá kurteisi að rökstyðja sína ákvörðun og okkur finnst það vera rétt. Það hefur verið nýtt í það hvort að þurfa að segja ræður einfaldur meirihluti hvort að lögin halda gildi sínu. Menn spyrja, þetta ekki selvfølgileg hefð? En það var nú þannig 2004 þegar að fjölmiðlafrumvarpinu var vísað til þjóðaratkvæðis að þá upphófust nú miklar deilur og í fjölmiðlum hvernig ætti með þetta fara allt saman og það voru meðal annars sjónarmið upp það að það ætti að vera einhvers konar aukin meirihluti eða einhver skilyrði í atkvæðagreiðslunni, þannig að það nú ástæðan fyrir því að okkur finnst full ástæða til þess að taka þetta fram þó menn kynnu að ætla að þetta væri augljóst. Nú síðan vil ég bara almennt vekja athygli á því að það náttúrulega ennþá mjög vel í lagt að forseti og þriðjungur þings geti vísað lögum til þjóðaratkvæðis og ég myndi nú segja við ættum á endanum að kannski ákveða okkur hvort að það ætti ekki bara vera annað hvort af þessu tvennu en ekki hvort tveggja. Ég vil bara síðan árétta það sem að Gísli svo sem sagði með skipan skattamála að þetta bann við afturvirkum skattalögum í núverandi stjórnarskrá og það hefur ekkert hamlað þeim sköttum sem menn eru með í dag eins og eignasköttum og auðlegðarskatti. Nú annars þá var það hér, menn hafa aðeins verið að spyrja þetta með í kaflanum ríkisstjórn að þegar ríkisstjórn tekur ákvörðun sameiginlega að þá sagt hér bóki ráðherra andstöðu við ákvörðun ríkisstjórnar ber hann ekki ábyrgð á henni. Þetta að finnskri fyrirmynd og þetta að mínu mati alveg nauðsynlegt eins og Íris Lind reyndar benti líka á. Aðild ráðherra að ákvörðun í ríkisstjórn sameiginlegar ákvörðun bakar honum ábyrgð, lagalega ábyrgð. Þetta varðar við ráðherra ábyrgð hans og það virti liggur hugsanlega refsing. Og það ekki hægt að bjóða ráðherra upp á það að hann sé nauðugur að taka þátt í ákvörðun og bera lagalega ábyrgð á hann ef hann hann ekki sammála. Hann verður að geta bókað sig frá þeirri ábyrgð, það bara ekki hægt að hafa það öðruvísi. Þannig að það verið að tala þetta lagalega ábyrgðina. Nú ef að ráðherra gerir þetta endurtekið þá auðvitað fer það að varða við hans pólitísku ábyrgð, þá fer forsætisráðherra auðvitað velta því fyrir sér hvað hann sé að gera með þennan ráðherra innanborðs sem getur ekki staðið almennt að störfum stjórnarinnar og fer þá auðvitað velta því fyrir sér að skipta honum út nú eða þingið fer að velta því fyrir sér að samþykkja á hann vantraust. Með stjórnarmyndunar ákvæði þar spurði Kata af hverju erum við með þetta 10 vikna frest og ætti hann ekki að vera einhver annar. Þetta einfallega til þess að ramma af þetta stjórnarmyndunarferli og bara gera það alveg ljóst að það getur ekki tekið nema ákveðin tíma. Það verður að vera einhver svona viðlaga klásúla þarna þannig að ef þetta fer úr böndum að þá sé ljóst hvað gerist. En þetta mun að sjálfsögðu með þessu velskilgreinda ferli sem við erum með þarna, þá mun væntanlega ekki koma til þessa. Svo var það hérna embættaskipanirnar, þarna í fyrsta greinin skipun embættismanna sem menn hafa verið að ræða og Kata spurði okkur þetta með þessa skipan sem að tryggja hæfni og málefnileg sjónarmið ráði og að sjálfsögðu stendur það til að skrifa í greinargerð og það til texti nú þegar þessa möguleika sem við vorum að tala áðan, hvernig við sjáum þetta fyrir okkur. Þessi skýringateksti sem hér með í þessu plaggi bara örstutt saman tekt og það til miklu ítarlegri og verður til miklu ítarlegri greinargerð það hvernig við sjáum þetta allt saman fyrir okkur. Þannig að það verður, menn geta huggað sig við það, að þar verður þetta allt lagt upp og tekis mið af viðræðum í nefndinni, viðræðum í ráðinu og þeim breytingatillögum og hugmyndum sem hafa komið frá ráðsfulltrúum. Það stendur til að gera grein fyrir þeim. Við erum með smá vanda hérna sem menn hafa bent á að með samþykkt þessa ákvæðis inn í áfangaskjal að þá erum við hér að samþykkja texta sem þegar ráðherra skipar í embætti dómara og ríkissaksóknara skal skipun borin undir forseta Íslands til staðfestingar. Með því erum við að segja það að ráðherra skipi dómara en það stendur fyrir í áfangaskjali frá nefnd C frá fyrri fundi að forseti skipi dómara ef ég maður rétt. Nú ég myndi halda út af fyrir sig þá það sem gerist næst, nú erum við að klára áfangaskjal, það sem gerist næst að það gengur til stjórnlagaráðs og hún á samkvæmt starfsreglum að undirbúa frumvarp til stjórnarskipunarlaga. Og það ekkert áskilið það stjórn verði að hafa texta áfangaskjals alveg óbreyttan þegar hún gerir sína tillögu og alltaf gert ráð fyrir því að til dæmis texta yfirferð gerð þarna á milli og svo framvegis. Þannig ég hefði nú persónulega kannski
myndir nú vilja velta því upp bara hvort að ef að nefnd sé til dæmis væri sátt við það að þarna færi fram ákveðin breyting að þá ef að ráðið að samþykkja þennan texta núna að þá geti stjórnin svona tekið þessum ábendingum að menn séu sáttur að þessi efnislega meðferð dómaraskipuna sem hér að hún verði í frumvarpinu, en það náttúrulega stjórnar svo sem að meta. Já, svo bara rétt í lokin, menn hafa talað sjálfstæðar stofnanir og starfsemi stofnana, fjármálaeftirlit, samkeppniseftirlit og svo framvegis. Ég vil bara minna menn á það að Ísland aðili að Evrópska efnahagssvæðinu. Samkvæmt EES-reglugerðum og Evrópusambandsreglum þá verðum við að hafa fjármálaeftirlit og það verður að uppfylla tiltekin skilyrði og það verður að vera samræmt því sem gerist á EES-svæðinu. Með sama hætti verðum við að hafa samkeppniseftirlit og það verður að uppfylla ákveðin skilyrði. Þannig að meðan við erum ennþá aðilar að EES og vonandi náttúrulega Evrópusambandinu í framtíðinni, þá kemur það ekki til álita að leggja niður þessar stofnanir. Við erum að ganga úr EES fyrst til þess að það yrði löglegt. En þetta er það sem ég vildi sagt á. Takk.